Ég ætla að láta á eitthvað. Hæ, elskurnar mínar. Hvað segir gott? Nei, svona. Ó. Hæ. Ég er komin á live og að stilla, þú veist, bara tengingar og já, ég held ég bara hafi þessa tengingu. Já, sæl og blessuð. Ari Jósefsson heiti ég. Já, þetta COVID, maður búinn að læra rosalega mikið á þessu COVID-i, á þessu ári og eins og ég veit það var brjála veður núna, eins og og ég á eftir að klippa mig fyrir jólin. Jólin að fara að koma. Oh my god, mér hlakka til. Núna ætla ég að halda sannkölluð jól og þá ég að tala bara friðarjól. Ég ætla bara að halda bara gjörsamlega bara jólin bara alveg bara á bara nullinu Ég ætla bara að vera easy deasy og ekkert inn á öðrum eða neitt. Ég ætla að hafa það svo kósí hérna heima í sveitinni og vera bara með kerti og bara horfa á einhverja góða skemmtilega myndir. Mér langar að horfa til dæmis með Goldie Hawn jólamyndina og bara hafa bara ógeðslega kósí og njóta þess og hugsa bara þessa dýrmætu bara tíma sem maður hefur í lífinu. Eftir að foreldrar mínir fóru, þá var ég frekar rótlaus og svolítið svona confused og allt svoleiðis og hef ekkert haldið jól síðan þá Ég hef skreytt alveg en ekki svona, þú veist, núna einhvern veginn loksins, núna ég tilbúinn til að halda mín gleðileg jól og njóta og það sem maður á að gera jólin. Maður á að njóta, maður á að finna alveg bara hjartað og bara eitthvað innsæi mitt, það segir mér svo margt einhvern veginn að maður svo þakklátur, maður með þak, maður með mat og ég þarf ekki neitt meira. Það væri gaman að heyra meiri tónlist og tónlistaratri í sjónvarpinu og já, mér hlakka til jólana núna bara í fyrsta skipti og ég fann alveg bara slaka á og hugsa bara alveg já, svona eiga mín jól að vera bara, þú veist, vera bara, þú veist, bara ánægður, hamingjusamur. Ég þekki enga fransískinni neitt nema bara í gegnum Facebook. Þannig að við erum bara 5 á báti, eins og ég kalla þetta oft. Og mér finnst það mjög skemmtilegt út af því að það voru þættir sem hétu það. Og ég ætla að kíkja kannski aðeins til systur minnar og svo ætla ég bara floppa hérna yfir og horfa á einhverja góða, skemmtilega jólamynd og hafa jólatónlist og því miður get ég ekki spila jólatónlist hérna út af því að þá verður þetta vídeó klippt út. Það hefði verið geggjað gaman að, þú veist, ég þarf líka að fara að læra á gítarinn. Það ég á afmæli, geturðu sagt, til hamingjuminn daginn. Þá
Þorvaldur, til hamingju með daginn Þorvaldur og gleðileg jól og bara ást og friður. Já, ég að tala jólin og jólin eiga að snúast frið og það það eiginlega must hjá mér sko, það friðurinn, róin og bara einhvern veginn svona, maður á að vera elska hvort annað og allir eru jafnir fyrir Guði og bara, já, bara maður búinn að læra svo margt á þessu lífi. Ég ákvað að bara svona skera niður áfengi burtu og hætti að drekka Pepsi, en svo byrjaði ég að drekka orkudrykki og það er ekki nógu gott, þannig að ég þarf að klippa það niður og þannig ég er svona líka að huga líka andlegri og líkamlegri heilsu bara svona breyta lífstíl og svona finna hamingjuna aftur í hjartanum og ég bara, já, ég á svo margar dýrmæta minningar og bara núna ég búinn að vera að grúska í því að fara yfir alla gömlu hörðu diskana og út í ég tek svo mikið af vídeóum og þeir sem þekki mig ekki þá get ég bara skoða vídeóin bara á YouTube og ég búinn að vera, ég á svo dýrmætar minningar. Það eru myndir og vídeó sem ég bara held rosalega fast í. Það er dýrmætasta gjöfin sem ég á og dýrmætasta sem ég á yfir höfuð, það er þessi vídeó. Og já, það er eiginlega það sem er eiginlega efsta beygi og ég vill bara að þið njóti líka og ég ætla að senda ykkur heita kveðjur og bara gleðileg jól og þið sem upplifi ykkur eitthvað ein eða eitthvað, reynið bara að hugsa eitthvað jákvætt. Jólin eru, þú veist, í hjartanu okkar og jólin eru, já, ást og friður. Jólin kærleikur og jólin svona, já, þetta friðarstund, myndi ég segja. Og já, ég bara fullur af kærleika og ég ætla að vona að ég geti glatt einhver hjörtu þarna úti og reyna að hugsa bara jákvætt og út af því að það er svo mikið stress í gangi sem eiginlega bara óþarfi sko. Við verðum bara að takast á við þetta einn dagur í einu og þakka, þú veist, ég þannig sko eins og núna þegar ég búinn að gera þetta vídeó þá þakka ég bara fyrir þennan dag og svo þetta vídeó bara farið á netið og svo kemur nýr dagur og þá ég ekkert að hugsa út í þetta vídeó, þá þetta bara komið á, þú veist, á YouTube. YouTube svona eins og dagatal bara fyrir mér sko og eiginlega bara orðin bara minn besti vinur. Ég hef alltaf elskað YouTube og já, bara gleðileg jól og hugsið vel alla og passið, þú veist, samt svona passið kettina ykkar, ekki láta vera úti út af því að þeir geta týnst og þeir geta vilst og allt þetta og það er svo mikið umferð og allt þetta og bara hamingjan númer 1, 2 og 3 og ég bara amen segi ég bara og ég ætla að ljúka þessu með þessum orðum: ást og friður og gleðileg jól og bara njótið
kvöldið og reynið bara að finna innra með ykkur friðinn og slakið á. Þetta er svolítið hugleiðsla og ég er komin í svolítið svona andlegt ferðalag í mínu lífi og mér finnst það svona rosalega bara kærleikur sko. Og maður er alltaf að þroskast og auðvitað er ég ekki eins og ég var fyrir 10 árum. Maður eldist og líkaminn eldist og allt það. Gleðileg jól og við sjáumst!